Já, veldig gott fólk. Við erum mætt aftur hérna í Kanada á Circuit Gilles Villeneuve með fræga Wall of Champions, eins og hún kallaður. Og með mér hann Ingi hérna, hvað segirðu gott? Herru, ég bara góður, góða kvöldið. Þú ekkert alltaf að skella þér á braut í Ónundeildina á? Nei, ég hef eitthvað voða lítið verið að prófa að æfa síðustu vikuna. Ég á feitur, ég kemst ekki ofan í þennan bíl. Nei, tjók. Nei, gaman að koma til Kanada og fá nýja braut. Þetta er svona old school Formule 1 braut. Heldur betur. En þá samt í mjög svona með nýju formúlubrautirnar og já, lítið breyst síðustu áratugina held ég. Já. Svo náttúrulega þessi frægi kafli hérna sem var Robert Kubica, segir maður Kubica eða Kubica? Þú var svo mikið inn í þessu öllu. Kubica? Nei, veist það, ég hef ekki hugmynd það. Kubica held ég. Já, það er ekki. Þannig heyrði maður alltaf þegar maður var lítill, sko. Hann alltaf tók alveg svaðalegar veltur eða snúning eða kickflip eða hvað maður á að kalla þetta þarna að uppeyinu þarna. Manstu ekki eftir þessu? Jú, mér ámar eitthvað í þetta. Kallið það kickflip. Já, akkurat. Það var alveg... Já, þetta er líka brautin sem að McLaren voru næstum búin að taka hvern annan út í fyrra þegar að Lando var að pressa Oscar Piastri og var að koma inn í fyrstu beinu og hann fór óvart aftan í hann. Það var einmitt í þessari braut. Já, alveg rétt. Ja, þessari braut, segir. Alveg rétt, já. Það sem að Lando fór í vegginn og var út. Já. Ég gruna sko, þeir voru báðir svo vinstra megin á brautinu og svo þurfa þeir að setja sig upp hægra megin fyrir fyrstu beina. Mér grunar að hann hafi einhvern veginn gett ráð fyrir að Óskar myndi fara til að taka línuna og einhvern veginn ætla að halda áfram til að dýfa sér innan á hann en misreiknaði að þetta var pínu skrítið sko. En svona gerist í kappakstri, við kannski fáum eitthvað skemmtilegt í kvöld. Og svona fljótvarnis bragur yfir þessu öllu saman hefðan. Já, þetta var allavega tók betur á en horfðist. Það var bara einn sem datt út úr þessu og Óskar slapp en vissulega. Þetta er svolítið trikki síðasta beygja Ég sá Palla Pedersen 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 taka hraðasta hring á síðasta hringi í síðustu keppni. Og það er greinilegt að það er þetta svindla þarna og jafnvel að fá 3,5 sekúndur þá græður í sand en Já, það er svo sem segir sér líka alltaf að hann alltaf fær ekki hraðasta hring fyrir síðustu keppni. Nei, alveg ekki. En ef enginn hefði verið að horfa og tekið eftir þessu þá var það kannski ekki að komast með það sko. Já, svo sem sko. Það var bara í beinni þannig að... Já. Já. Ég hef eiginlega bara ekki keyrt þessa braut síðan sko fyrir utan eitt skipti sem ég prófaði núna daginn en síðan bara 90 eitthvað. Ég átti svona Grand Prix 2 hét hann, leikur í PC-tölvu sem var svona simulation þess tíma. Man notaði samt bara örvarnar og til að stýra og bremsa og eitthvað svona skilur. Mjög basic en þú gæst samt sko farið inn í leikinn og stillt, þú veist, bílinn upp. Þú gæst haft áhrif á dekkinn og vænginn og allan pakkan og svo var maður að keppa við Michael Schumacher og svona, fannst þetta alveg geðveikt sko. En grafíkin var svo pixlu sko, þetta var nánast eins og Minecraft að horfa á þetta sko. Hugsaði hvað þetta er komið langt fram að þess. Já, þetta er komið, en þú veist, djöfull skemmti maður sig samt vel. Það voru svona mín fyrstu kenni af kappaksturleikjum en manið mitt eftir þessari braut úr þeim leik. Ég held að fyrsti kappaksturleikurinn minn var
Ég held að minn fyrsti kappaksturleikur hafi verið sko Formúlu 1 99 og ég var nú svo ungur þá sko, mér fannst hann ekkert skemmtilegur af því að ég kunni ekkert á hann en ég held að pabbi hafi gefið mér hana þegar honum langaði að keyra hann sko. Já, það nú allt þannig sko langar í bílleik, best að gefa strafnum. Já, nákvæmlega Basic. En það, hvað, 5 mínútur í tímatöku, þeir byrja kortir yfir ekki rétt? Já, og svo var Jónas reyndar að senda hérna, hann þarf kannski smá stund til að komast inn á braut. Þannig að við gefum honum smá. Já, ég geti þurft 5 auka mín. Þannig að gefum honum 5 mín, startu þá 20 mínútur yfir. Við erum ekki mikið seinna að fara inn en það, hins vegar. Nei, það er náttúrulega ekki hægt að bíða prógramið endalaust. Nei. Ná, skemmtileg flugvél hjá Valla. Það var ekki sjórnast að vera beinagrind af fiski eða svo kom í ljósandi fjöður. Næsti bær. Það komið einhverja spár í spjallið. Oliver spáir Hauki, Sæma og Adda á pall. Nú Hillbilly Mega okkar Nostradamus. Hann segir Haukur tímataka. Og síðan Sæmi og Pálmar. Póllinn verður 1.36.042. Bílinn Pól, 0.4, rólegur, þetta var fullt. Keppni, Haukur, Sæmi, Danni, fastaslapp, 1.35.957. Haukur á 12. hring, most position gained. Doddi vinnur sig með 2 sæti. Wall og Champions, Pálmar. Wall og Champions, Pálmar. Sorry, hvernig þú er að skrifa þetta á íslensku og öll að skilja þetta sko. Wall of Champions. Já, þetta hlýtur að eiga að vera off, ekki og. Já. Wall of Champions, svo sem keyrir mest á vegginn, Pálmar. Er hann að meina það? Já, semst Wall of Champions er hérna að þú farið á Pálmar henni á Pálmar núna. Já. Þannig að koma hérna eftir backstræti, það er hérna svíinn fyrir ráskaflan. Já. Það er semst veggurinn hægra megin út úr þessum hlik, hann er Wall of Champions. Ok. Kallaður í formúlunni. Þegar hann hefur tekið út svo marga heimsmeistarana. Já. Akkurat, já, ég átta mig á því. Herðu, Jónas er nú bara kominn inn á braut. Herðu, þá þurfum við ekkert að bíða í 5 mínútur, þá bara ræsum við þetta réttum tíma. Mikið lifandi óskup herri fegin. Það er svo erfitt að bíða eftir að kappast við byrji. Maður verður svo spenntur að maður vil bara fá þetta beint í það strax. Já. Það er. En það er Haukur sem er með hraðasta tíma hérna á æfingum enn sem komið er. 1.36.259 og það er gaman að sjá hvað kemur út í tímatökum. Hann samt sko með, ef þetta er rétt hérna upp á skjánum, annað sæti 1.6 fyrir aftan, getur það verið? Það var svolítið mikill tímamunur hérna á milli. Jónas var aftur út. Við erum allavega eins og þetta er á skjánum hjá mér, þá eru 3. sæti niður í 8. sæti, allir á 1.38 eitthvað. Já. En það er engin nálægt þessum tíma sem að Haukur var að setja. 36.2, já. Já. Sáum þetta í keppninni á hann sko, en ekki tímatöku, það var tíminn 37.2. Þannig að datt Sæmi upp á listan, kannski var í pippi eða eitthvað. Jújú, það er kannilega
einhver aðeins nær honum heldur en ég held, en maður náttúrulega dett út tíman eða þeir eru í pittinum, hann faraði á listanum. En enga síður, það alveg slatti munur frá fyrsta og niður í 4. sæti, þannig að séum þetta mjög jafnt eftir það. Svona ef við tökum mark á æfingunum. Já. Þetta fyrir aftur að þetta í gangi á okkur. Jónas kominn aftur á braut. Þá held ég að það sé bara komið tími á tökur. Já. Gefum þessu, setjum hérna 2 min warning á þetta. Já, það eru vissilega margir meistarar búin að fara í þennan vegg umtalaðar. Já, það þarf að bætist einn við á morgun. Nei, á miðvikudag. Já, pottþétt. Allavega einn á dag. Þessari viku. Já. Svo náttúrulega í kvöld erum við með gridstart. Gridstart er okkar góða. Já, gridstart is back. Jep. Já, það líka fair and square, allir á sama bílnum og Akkurat. Og medium og soft dekk mandatory líka. er ekki bara önnur tegundir mandatory? Nei, það eru báðar. Eru báðar mandatory, ok. Já. Hún sá mig í opnumdildinni einmitt áðan að menn voru að taka sko, það var eitt sem að fór inn bara á fyrsta hring, hendi medium dekkjunum. Já, menn eru ekki keyrt lengi á sáttækjanum, sagði ég. Já. Og bensínunni líka, sko. Já. Það dugði næstu því. Ég held að Svenni hafi þurft að taka minnst bensín, en það var einhverju 3 lítrar sem hann þurft að taka. Þannig að þið hafi ákvaðað í stjórninni að hafa skildu á 2 dekk svo að þið tryggja pitstop. Akkurat. Þannig að menn tæki ekki bara medium dekk og keyrið til enda, sko. Já, eða bara soft dekk og keyrið til enda. Já, en það er náttúrulega ef að medium væri mandatory, þá náttúrulega hefði við þurft að. Já, vissulega. En pitturinn var stuttur hérna, þannig að þetta er hérna. Já, hann er það. Já. En þá skulum við bara skella okkur á stað, það vantar nú einhver á brautina, aðeins fleiri heldur en var búið að melda sig að væru ekki, en þeir sem voru búin að melda sig eru ekki, er Óli og Eiríkur Ingi. En það vantar einhver 2 viðbætt fyrir það. Það er bara svoleiðis. Þá hendum við þessu bara í gang. Nei, herðu, ég átti eftir að resetta lobbyið. Já. Átti það ekki að gerast fyrir tímatökur? Jó. Akkurat. Það hefði nú átt að vera búin að því fyrir en. Svo ekki verið mýjandi rigning. Já.
satt fyndið það, ég held að ég geti ringt hérna í alvöru. Ég finnst í minningunni að ég hafi séð rigningakeppni hérna í formúlunni. Var það ekki rétt mér? Já, en svona meðan í bílum í startinu þá það Haukur sem að keyrir fyrir Lavasjó. Hann efstur í deildinni, búinn að sigra 2 keppnir af 3 og í öðru sæti í 3 fyrstu. Nú í öðru sæti í deildinni Valdimar Örn, Valli Martin sem við þekkjum hann, Arctic Retro, Revand Racing. Pálmar Henry í 3. sæti, hann keyrir fyrir Crafty Racing. Síðan Doddi 4., Sæmi 5., Jón Valdimar 7., Danni 7., Jónas 8., Eiríkur Ingi 9. Og síðan fallbaráttan, Addi, Jónatón, Jón B., Binni Skram, Ólafur. Þetta allt barátta hana seinni helminginn. Jón B. á nú inni, hann misti á fyrstu 2 keppnum, veit ég. Já, algjörlega. Það ekki allir búin að taka þátt í öllum keppnum, þannig að það ekki alveg að marka þetta ennþá. Já, Pálmar Henry í fyrstur á braut. Klappa á klárt. Nú þess maður geta í liðakeppni stiga, það Lavasjó Racing, Brynjólfur og Haukur sem að leiða í fyrsta sæti, Ramrod Racing, nótti góða viku í síðustu keppnisviku fyrir 3 vikur síðan. Við komum upp í annað sæti, Daniel og Doddi. Og í 3. Arctic Retro Revand, það Jón Anton og Valdimar. Feðgarnir. Prógramið sponsorað af Lavasjó, Gullhuskur, Arctic Iceland, Crafty, Otto Sönder, Kraftvélar, GC Akademian og Kaldi. Það það fyrirtæki sem að bjóða okkur upp á þetta útsendingu og verðlaun og allt tilheyrandi fyrir tímabilið. Já, þetta gerir þetta svolítið skemmtilegra. Algjörlega. Pálmar Henry hérna að hefja sinn hraða hring. Keyrir fyrir Crafty Racing, hann Pálmar. Já, það er borð hérna hjá honum. Það var allt í lagi hringur hjá honum, síðust mér. Hann einmitt í öðru sæti í síðustu keppni. Já, hann nefnilega hraður þegar hann hefur tíma til að æfa, sko. Hann var náttúrulega komin í fyrstu deildi ef maður rétt, sko, en datt niður bara út á æfingarleysi. Já, hann hefur verið að æfa handbolta líka og hætti að keppa alveg rétt. Út af handboltanum og var svo aftur byrjaður. Það þessar boltaíþróttir, sko, þú getur valið handboltan, þar notar við bara 1 bolta, en í kappakstur þá þarf að hafa 2 kúlur. Hvað segir tíminn? Klúraði í síðustu beygju sínum þess. Já, þetta nú ekki hringur til að taka hann hátt í tímatökunum. 39, Haukur strax búinn að bæta, komin í 37-8. Valli annar, 38 inn. Sæmi bætir það. Sæmi búinn að toppa. Já. Við sjáum ábyggilega tíma detta í 1.36 myndi ég halda, sko.
það var meðal við að þeir voru báðir komnir undir 1.37 áðan, Sæmi og Haukur. Ég get alveg trúið til þess aftur. Já. Já, þetta ekki búið. Nú vandum aðeins upp í 9. Addi náði hérna inn í lobby rétt áður við störtum, þannig að það var nú kannski ágætt að við senkuðum þessu svona aðeins. Já, það gott ef að menn geta nýtt sér það. Já. Jæja, getur Pálmar unnið þessu upp eftir. Þetta síðustu beyguna hjá sér þarna á síðasta hring. Já, upp í 3. Og Haukur enn betur, 36.015. Sæl, það bara 1,5 sekúnda í sæti númer 2. Uss. Þetta alveg tími, sko. Já. Sæmi ekki að bæta sig. Og sko, þessi tími alveg hættulega nálægt því sem að Hillbilly spáði fyrir áðan. Hann sagði 1.36.042 en hann toppaði þann tíma með 0.15. Það eru bara einhverjum 200 þannig frá á milli. Hann fær Wall of Champions fyrsta fórnarlambið, Addi. Fyrsta fórnarlambið við live allavega. Það maður ekki fara í vegginn til að... Já, hann fór í vegginn. Já, sorry, ég að horfa allt annað en þú maður. Ég var að horfa að Pálmar fara fram hjá og begin á henni ekki og ég bara, hvað, fór ekkert í vegginn. Á hvað kallið þú? Ég var að horfa á Adda, nú er ég að horfa á Pálmar henni. Ég svo annir að vera með útsendinguna mín megin að ég fatta að ég að horfa bara eitthvað allt annað, sko. Getur Haukur gert enn betur. Sjáum við 35. Nei. Nú bætir sig ekki. Sæmi. Valli Matt bætir sig upp í 3. upp fyrir Pálmarinni. Jón B bætir sig líka. Mjög lítill tími á milli annars og 3. sæti. Danni hoppar upp í annað. Já, vel gert. 3.9. En sko, þessi tími hjá Hauki er náttúrulega bara á einhverju allt öðru leveli heldur en það er verið að keyra henni á, sko. Það er alveg rúm sekúnda. Já, þessi gæi er nefnilega með úrvalsdeildar hraða, sko. Þannig að hann er bara að vinna sig upp í gegn. Valli Matt að kissa vegginn. Þannig að hann kom inn á Championship. Þetta var reyndar ekki svo beygja en það var eiginlega eins. Haukur gerir þetta, þannig að hann bæta sig eitthvað. Það fara þess ekki, en það er aldrei við að gera það samt. Ekki langt frá því, sko. Nei, það var nú alveg næs að ná þessi 1.35, sko. En Dotti það var ekki að fara fram á eitt eða neitt, þetta er lítið góð tími sem hann er með. Dotti og Valli Matt báður komnir upp fyrir Pálmar henni líka. Já. Nú, Ólafur Ingi er með spá í spjallinu. Hann segir Haukur, Sæmi, Jónas. Já, hér sjáum við Jónas.
Ekki að bæta sig úr þessu. Mér sýnist Haukur nú bara geta keyrt inn í pit og slakað áfram á keppni, sko. Já, já. Addi bæti sig, ekki nóg þess að fara upp samt. Sæmi kominn í pit. Johnny B hann á 10. Það alveg sko þokkalega mjótt á milli manna sko frá öðru sæti og niður. Já. Það bara rétt rúm sekúnda frá öðru í síðasta sæti En rúm sekúnda frá fyrsta niður í annað. Já, þú ert nærið að segja nær 1,5 heldur en 1. Það 1,38 sko, þetta alveg slagar helvítið nálægt að vera 1,5 sekúnda. Sem að hellingur í kapastri. Heldur betur. Hvað þá niður í sko annarsætið, sko. That's what I mean, man. Þetta rosalega munur. Þarna kemur kannski skýringin á því að Jónatan bæti sig upp í 8. Jónas náði ekki að bæta sig. Sko, svo ekki nema 1/10 sekúndu frá Danna niður í Sæma. Og frá Sæma niður í Vallamatt ekki nema 500 hlutar á sekúndu. Og síðan það 0,24 frá 4. í 5. 1000 frá 5. í 7. Já, Haukur náði hérna auka hring. Já, þetta nefnilega... Ekki að hann hafi þurft á honum að halda. Nei, hann ekki að gera með, hann ætti eiginlega bara að skila honum, sko. Þetta tíminn sem hann næði núna ætti að dragast frá tímanum sem hann náði. Fyrir að tefja. En já, það mikið að gerast fyrir aftan fyrsta sætið. Allir frekar nála hverjum öðrum og gæti verið skemmtileg kappastur. Heldur betur. Það ætti að vera svona regla sko ef maður nær meir en sekúndu á annarsæti í tímatöku þá þarf maður að starta aftastur. Já, segðu. Það þetta ágætis regla sko. Já, það rétt að það ekki langt á milli manna hérna bara alveg niður listan sko. Þetta bara 0-1 bara hérna. Næsta bilið milli manna hérna 10. niður í 11. sætið. Ég verði að biðja Ólaf afsökunar. Ég skiljaði Ólaf Ingi, hann með Ólaf Reyn. Mér langar bara svo hann heiti Ingi eins og ég sko. Sorry. Ólaf Reynar, fyrirgeðu kallinn minn. Það ábyggilega ekki fyrst skipti sem ég sagt þetta. En rétt skal vera rétt. Þá skulum við bara gefa þeim stutt hérna. Þá segjum við bara 22:35. Og hérna höfum við niðurstöðunar, það Haukur Einarsson í fyrsta með hennan svaðalega tíma. Sjá nú bara heima í úrvalsdeild þessi tími sko. Danni í öðru, Sæmi 3, Valdimar 4, Dotti 5, Pálmar Henry í 7, Jón Valdimars 7, Jónatan 8, Jónas 9, Jón B í 10 og Addi 11. En við sjáum það líka bara, það rosalega mjótt á milli manna sko. Þetta verður æsi spennandi frá öðru niður í 11. Já. Það skulum vona það. Kappastur kappastur, hvort sem átt að berjast sko 10. eða annarsæti. Bara ef við sjáum gott aksjón á braut, þá erum við sáttir. Já, akkurat. Já, heilbili. Það munaði 0,027 2,7 á spánni 200
Jæja, þá er klukkan orðin. Þá var það að finna good luck. Og það var clean race. Og það er grid start auðvitað. Já. Let's go racing people. Það er svo gaman að vera hérna vera að horfa á þegar grid start. Jæja, allir á ráslínu klárir. Það er komið að þessu. Við erum að hefja hermiðastur. Það eru komnir á stað. Gott start hjá Hauki. Já. Sæmi hérna nær innan á Danna en Danni með inni í næstu. Fyrstu þrír starta á soft, Sérni Valli í fjórða á medium, Pálmar Henry líka medium. Sæmi var komin inn á Danna hann að fara aðeins saman einhver hann út í grasið. Dotti fyrir út í grasið. Haukur ætla bara að stinga af í byrjun. Sæmi og Danni halda áfram að berjast hérna. Mikið aksjón hann bara frá öðru sætinu niður. Já, Það er akkurat. bara þrívæt hérna fjórða, sjötta og fimmta sætið. Haukur ætla bara að run away and hide and let them race for second. Kalla. Það er stratt, það er gott stratt. Mjög gott strat. Mjög sigur stranglegt strat, það með segja það. Já, ég verða... Já, hann er kom með 4 sekundur rúmar á annarsæti, á fyrsta hring. Það er aðeins búin að berjast sko, en 4 sekundur sko. Pálmarinn í Sæmi í pit. vegginn. Það fer Strolla í pit núna. Já, Sæmi fór í Wall of Champions. Já, Danni kom náttúrulega fram úr. Já, Skellum okkur beint hérna í replay, ég held að það hafi verið Dotta. Þannig að já, Dotti fer bara út. það er bara dagina fjórða til sjötta sætið. Jónas, Jón B og Doddi. Það er hörkubarda, hérna er mjög nálægt hverjum öðrum, Jón B og Doddi. Það er 5. og 7. sætið. Já, erum við að fylgjast með þeim hérna. Jón B ennþá á mediumdekkjunum, þannig að ætli hann skellir sér í pit. Já. Það er greinilegt að menn alltaf ekki að keyra lengi á medium. Nei. Þetta er þá hérna 7 og niður væntanlega sem er þá á medium, það sem byrjaði á medium. Já. Núna 6 og niður. Já, þú bara átt að fara inn. Danni kom með refsingu, hálfa sekundu. Sæmi 1,2 fyrir aftan hann. Það er hörkubarda hérna sem Jón kemur út. Hann kemur út réttur aftan Valla Matt og er með Jón Valdimars réttur aftan sig. Og Jón Anton. Það eru 3 Jónar henni í röð.
Johnny B, Johnny V og Johnny A. Ó, Jónatan fór aðeins í vegginn hann að sýndi mér. Og allir eftir aftan þá. Pálmar hann í leiðir stróluna á þeim sem eru búin að fara í pit á. Já, þetta svona það sem það menn næst ykkurum öðrum, það þessi rolla hérna frá 7. og niður úr. Hann fer Jónas í pit. Jónas átti greinilega eftir að fara í pit. Voru það svona margir sem byrjaði að medium. Greinilega. En sko, Haukur komið rúma 9 sekúndna fórustu á ring 4. Himmi mitt bjóst við að hérna, já, sér líka hraðasta hringinn hjá honum. Já, vá, sæll, 1.35.8. Ok. Það getur náttúrulega bara að stoppa og fengi sér kaldan og haldi svo áfram. Já, tekið einn Óla á þetta. Það hörku bara það um annarsæti, það Danni og Sæmi. Danni náttúrulega tók út refsingu á síðasta hring, Sæmi náðu ekki átt að stikka en að komast fram á honum þá, en hann er kominn í skottið á honum. Það sjáum við Hauk í fjarska. En Himmi nefndi í tjattinu að hann giskaði á að Haukur myndi vinna með 20 sekúndur. Og þar kemur skýringin á því, en ég hugsa að það verði nú eitthvað meira heldur en 20 sekúndur eins og þess. Sjá þetta, hann liggur alveg í skottinu að danna hérna. Og það er með betra exit. Það tæki Landon Norris á þetta núna. Nei. Já. Stakk sér ekki þarna. Dotti hann í fjórða með halva sekundu refsingu. Það er líka barátta 5. sæti á milli Pálmars og Valla og síðan eru 3 bílar. Það eru Jón Vaff, Jón Anton og Jónas. Það eru allir mjög nálega hverjum öðrum. Það veit ekki hvað maður á að horfa á, sko. Það eru nokkra baráttur í gangi, sko. Jónas og Jónas og Jón segi og síðan er Valli, Matt og Pálmar Henry. Þeir eru rosalega nálægt hverjum öðrum. Valli að reyna framúrakstur, snýst smá, tókst ekki alveg. Missir hann aðeins frá sér, hann var kominn í færi til að reyna. Það var aðeins búið að slitna á þeim hann að efust. Nei, hörðu, hvað gerist þarna? Nei, það er eitthvað að gerast þar. Já. Það var einmitt sekúnda þegar ég fór af þeim, sko. Náður þið replay? Já. Sæmi bara... Danni hefur bara átt svona rosalega lélega beygju. Kannski farið djúpt, ég náði því ekki alveg. En við náðum framúrakstunum eins og þess. Þetta er fljótt að gerast maður. Það var sekúnda þegar ég fór á þeim, sko. Ég var nú ekki lengi ekki á þeim.
sér það sko, Haukur komið pitt á það. Já. Hann náttúrulega bara... Sérðu tímann sem hann búinn að setja? Vá, 35,4 sæll. Það náttúrulega rosalega... Ekki með fullan tank í tímatökum? Já, með fullan tank í tímatökum, en hálfan tank í kefni. Já, hann að keyra léttari bílinn á hann. Já. En þetta nú samt, ég hugsa að þó að það væri fullur tankur, þá var þetta samt hraðari hringur. 0,6, hálfur tankur, ég held að það sé ekki alveg... En kannski svona 35,8 kannski. 35,7,8. Bara frábær tími hvort heldur sem Já, heldur betur. Man líður alltaf betur að maður sagt, já, hann með hálfan tank, húst. Okkur líður betur, sko. Já, nákvæmlega. Nú búið að slitna hérna svolítið á Sæma og Danna. Það hörkum barátta hérna 8. Já, það búið að vera bara non-stop barátta hérna frá Jóni til Jónas til Jóns. Já. Jón frá Jóni til Jóns. Já, Jón frá Jóni til Jónas. Já, aðeins út af hana. Það bara pressa í gangi. Þetta alveg kappastur. Ekkert gefið eftir. Jón Anton eldir Jónas eins og stunginn. Allir á softækjum. Það er engin önnur barátta á brautinni eins og staðan þannig að... Bara fylgist við með þessu. Ég skal flakka á milli og láta þið vita ef það gerist eitthvað. Á öðrum stöðum. Bara nokkuð jafnt bil á milli allra hérna fyrir ofan sko og enginn virðist vera að nálgast þeim. Þannig við að við þurfum að veita því sérstaklega athygli eins og er. Nei. Góð barátta góð barátta, hvort sem það er 9. sæti eða 1. það skiptir ekki öllu máli. Það er allt gott TV. Doddi komið fram með Danna. Hvað kom fyrir með Danna? Hvernig hvort það hafi komið fyrir með Danna? Það var bara rétt áðan var hann á undan með Dodda, alveg nokkrum sekundum undan hann. Hann hlýtur að hafa... Já, og tíma hringjateljurinn sem að ég horfa á hjá Danna, þá sé ég bara 8. og 9. hring. Hvernig kemur það hjá þér? Sér þú allar hringin hans, tímana? Já. Ég sé bara 8. hring, 1.46 og svo 9. hring sem hann er á, en ég sé ekkert meir. Ég sé alveg 1. upp í 8. Já, ok. Það er ekkert það sem bendir til einhvers skrítis á síðustu hringjum, en það hlýtur að hafa gerst á þessum hring sem 9. Já.
Það er mitt hérna, nú er Danni bara... Nei, ég var á öðrum ökumanni, síðasta ringur að Danna var sko 1.46. Já, en sérðu ringin á undan, 7. og 7. Já. Já, ok, ég myndi sé þá ekki. Nei, það er greinlegt að það bara hefur eitthvað gerst hjá honum á ring 8. ring, það tapar hann 8 sekundum. Það þýðir líka að Danni er bara komin í klærnar á strákunum sem eru hérna búnir að pitta. Þannig að þetta lítur nú ekki vel út fyrir að Danna okkar. Nei. Vissulega ekki. Herru, þá er... Já, Jónatan hann sýnir sig hérna. Speklum ég á Jónasi. Þetta ekki verði að því að sinni. Hann kemur hraður út hérna. Það reynir... Tökur hann á innri línuna. Já, þá Jónas innri í næstu hins vegar. Já. Hún er rosa krepp þegar hún tekur aftur til hægri. Já. Hún er svona kreppri heldur en maður heldur sem það kemur inn í hana. Já. Þetta er hörgu kapastur. Já, vel gert. Jónatan komið fram úr. Jón B. glæðir að þessu. 2,5 sekundar niður í hann, Jónatan. Já, sko, Danni, það bara passa sig, sko. Pálmar Henry er komin bara rétt rúmur sekundu fyrir aftan hann. Já. Já, og er að minnka bilið, sko. Hann er bara komin í 0.7 núna, þannig að Danni geti þurft að fara að verja hvað og hverju. Þetta er eiginlega orðið bara það. Aðeins búin að ná að fegið aftur upp í sekundu og er að halda í nokkuð jöfnu. Spurning hvort að ná einhverjum slippi hann Pálmar. Hann er ekki nógu nálægt til þess. Hérna er nú komið barátta 8. sætið líka aftur. Jónatan kominn. Jónas að reyna ná honum Jónatan aftur. Þessi þrír eru alveg að halda þessu sjónvarpsefni gangandi, sko. Já, þú kannski fylgist með þeim hann hvað Danna á Pálmarinni, hvort eitthvað sé að gerast. Það læta við vita þegar að Pálmar er komin í færi. Yes. Jónas með gott aðeins. Spurt í spjallinu hvað er bilið á milli Sæma og Hauks. Það eru 14 sekundur, getur sagt ykkur. Það har nú bara að haldast í stað núna. Svo stund.
það sko komið í 19 sekúndur núna. Já. Hvað, einum hring? Já, bara frá því leit á tíman áðan, þá var það 14, svo var ég að tjekka núna á Hauki og þá 19,6 sekúndur í sæma. Ok. Já. Og það kannski spurningum að skipta á Danna og Pálmar. Já. Það 4. sætið. Pálmar kominn mjög nálægt honum. Það að pressa Danna okkar. Var að hugsa það. Sýndi sig hana. Það er að gera sér sýnilegan. Þetta er sannlega rétt gert hjá honum að draga úr hana. Ég ekki sem að Danni hefði tekið eftir honum. Það menn ætla að fara svona innan á menn sko og verður að gera það svolítið ákveðið þannig að þeir viti af manni við hliðina á sér sko. Já, Ef maður að fara að gera það óseint þá ertu maður í blindaspottunum og þá er ekkert þetta kvart yfir í að menn loka á mann. Nei, akkurat. En þetta er heiðarlega gert hjá þeim báðum. Já, núna er Pálmar henni hérna í yttirlínu inn í síðustu beygju en það er hérna að vera komið fram úr fyrir. Já. Klárar þetta bara fyrir beigjuna. Þá er Valli Matt ekki þar látt eftir. Það er ekkert að verja þetta ómikið, hugsa ég, þannig að eftir að fara í pit. Svo damage control, svo ég segja. Já, algjörlega. Hann tók varnarlínu en var ekkert eitthvað að reyna að bremsa og sent hérna. Við vorum bara að taka þetta, sýndist mér. Stundum er það líka betra, eins og segja. Það var Valli Matt bara hann að réttur um sekundu fyrir aftan á líka. Já. Þannig að ef þeir færi eitthvað að berjast hann að síðustu beygju, þá hefði Valli Matt verið komin nær. Algjörlega. Jónas er ekki að sleppa að takjuna af Jónatoni heldur. Nei, þetta er búið að vera bara algjör líming síðan að keppnin byrjaði hann á milli. Jón Valdimars kominn aftast. Síðasta hringur í honum 1.48. Eitthvað gerst hjá honum. Já, það var eitthvað gerst. Valli Matt er komin helviti lágt og Valla leit Danna segja Valli Matt komin lágt Valla. Það eru allir með svo svipuð nöfn að það í sér deild. Já, segðu. Það er sekúnda milli hann er ekki alveg í færi ennþá en það er að nálgast. Já. Sko við vorum á dekkinni og Danna hafi bara hitnað svona mikið og hann sé ekki að ná að kæla þau eftir að spinna eða hvað gerist hjá honum hann þá. Það er ekki verið sko. Hann á alveg eftir að hrynja niður listan í pitinu. Já. Já, Haukur er bara alveg í sjálflokki sko. Hann kemur í pit núna og er 22 sekúndur rúmar á undan næsta sæti. Sem á líka eftir að pita sko. Já, hann tekur ekki einu sinni bensín síns mér sko. Það sem það rétt sleppur.
Sæmi í pitt líka. Dotti komin í annarsætið. Já. Mér sýnist að Pálmar henni í miðað við stöðuna núna þegar Dotti fyrir pitt að þá verði Pálmar henni í 3. Pálmar henni eftir að pitta líka, ef maður rétt. En á Dotti eftir að pitta, heldur það? Já, það ekki. Ég held að hann hafi verið einn af þeim sem að pittuði ekki. Minni mig að við hefum nú svo sem skjáttlast á það, sko. Voru náttúrulega að sletta gaurumanna sem að fóru á fyrsta hring bara og losu sig við mediudekkin. Já, þetta var svona 7. sæti og niður, sko, þannig að... Okay. Svo sett eftir 3. og 4. hring þegar allir voru búin að fara að henda mediudekjunum. Dotti er bara búin að vera þarna að tikka inn hringina og vinna sig upp hægt og rólega, sko. Okay. Held ég. Já. Þú er ábygglega eftir þig, sko. Því hann er að fara inn í pitt núna. Já. Það fer væntanlega Pálmar. Svo skulum við að Danni heldur áfram. Já. Danni heldur áfram og Pálmar væntanlega komin upp í 3. Hvað er að græða á þessu strákarnir sem að pittuðu snemma? Þetta kemur út 8. 7. Kemur út þarna með bara... Kemur bara inn í nýja baráttu þannig að milli Jóns og Jóns. Já, með Jón samloku. Jónatan tæpar hana. Danni hlýtur að fara inn í pitt á þessum hring. Þá ætti Valli væntanlega að taka 4. sætið. Já, Danni er bara, hann verður að fara inn í pitt á þessu hring. Hann á ekkert eftir að bensinni árið. Já. Farin í pitt og Daniel. Það er síðustu ringurinn hjá okkur. Náttúrulega aldrei hætti hjá honum Hauki. Og Sæmi í góðum málum í öðru sæti. Pálmar er 3. Og hefur góðan buffer í Valla Matt. Þannig að þetta lítur út fyrir að vera nokkuð slegið. Það er samt ennþá barátta 5. sætið. Það er Dotti og Jón B. Já. Já, hvar kom Danni út, segir þú? Já, hann kemur út 9. Það var dýrt fyrir hann. Já. Svo. Það er erfitt að rýna henni tímana, hvort að... Herðu, Haukur er það bil að fara að koma í mark bara. Það er langar að sjá hann krossa línuna, þá er það núna sem að það gerist. Já, núna Haukur... aldrei. Já, now or never. Það kemur hann hérna í mark 26 sekundum á undan öðru sætinu. Það var næstu í rétt hjá Huma, það vantaði bara 6 sekundur upp á hana. Sæmi er á gufunum, sko. Það er ekkert eftir að bensinni hjá hann.
þetta rétt hefst sínst mér. Heru, hann er bensinlaus. Og hann er bensinlaus. Þannig er hann enn í mark. Pálmar, 3. Valli Matt, 4. Síðan er það Jón B. Doddi og Jón Anton. Og Jónas, þetta er nú þeir sem að sáum mestu baráttuna hjá okkur á þessu sinni. Danni 9. Síðan er það Jón Valdimars og Addi sem er ekki að læst. Og þar hafið þið það. Yes. Þetta var aldrei hættu og dóminarandi sigur hjá honum Hauki. Heldur betur. Eins og ég segi, þetta er þessi gæi er með úrvalsdeildar hraðan. Þannig að ég hugsa að við möttum að sjá hann þar. Já. Fyrir ekki að fyrir en setna. Þá er það skellti sér enginn í styttinguna á hraðasta hringinn. Það liggur við að maður ætti nú að skoða hann að hringja á Hauk samt, en ég held að hann hafi nú ekki verið að svindla með hraðasta hringinn. Ég held að hann hefði ekki þurft að svindla, sko. Nei, ég hugsa að hann væri alveg töluvert hraðari ef hann hefði verið að... Við ættum volum ekkert að fylgjast með hann, hann gæti að geta þetta hverjum einasta hring. Já, svo sem, sko. Það er Haukur í fyrsta, fyrir Lafasjó, Sæmi í öðru, fyrir Kraftvélar, Pálmar henni í 3. Nú bara manni ekki eins og hvað liðið hann er í. Hann var alveg Pálmar henni. Pálmar henni er í Kraftey. Hann er í Kraftey, já. Yes, sirree. Valli Matt 4, Jón B 5, Doddi 7, Jón Anton 7, Jónas 8, Danni 9, Jón Valdimars 10 og Addi 11. Hilmar biður að kalla sig Nostradamus, alltaf hann hefði verið með spána rétta. Hilmar? Nei, ég held að segja að tala um 20 sekundar. Hann vantar 6 sekundur upp á þetta hér, hann var 26 sekundum á undan næsta. Jæja. Já, þetta... Það var hörkureis hjá honum Hauk. Það var hörkureis hjá Hauk, klálega kannski ekki mjög spennandi akstur hjá honum. Nei. Langt á undan öllum hinnum, en við fengum flotta baráttu þarna neðri sæti, ekki spurning. Heldur betur. Síðan er bara á morgun að minna á, það er fyrsta deildin að keyra á morgun og svo úrvalsdeildin á miðvikudaginn. Sör. Og þar byrjar útsending korter yfir 9 og tímatökur 9:30, þannig að endilega tjúnið ykkur inn á það. Já, og það er helmingi lengri keppni, það eru 36 hringir á þessari veislu. Þannig að það verður fráleitt að sjá hvernig það spilast allt saman út. Yes, sirree. Ég er svo sem ekki meira að sinni en þá sjáumstu bara hress á morgun. Takk fyrir okkur kvöld. Takk fyrir mig, bye bye.